Komið sæl, velkomin í síðdegisspjall í Suðvestur. Ég heiti Indriði Ingi Stefánsson og frambjóðandi Pírata í Suðvestur. Hjá mér góði gestur, Bjartmar Leósson. Nú hefur þú í nokkur ár verið í því hlutverki að endurheimta stolin hjól. Já. Hvernig byrjar það þessu saman? Þetta byrjar á því að ég rek augun í þrjú að þeir verðist bara splunkun í reiðhjól inn í andirinu á háspennu við Hlemm. Og svo á þessum hjólum eru lásar sem að þú kaupir í Tiger, eitthvað, þú veist, það var svo margt í þessu sem var ekki alveg að stemma eitthvað, skilur þú, fyrir að kaupa þér nýtt og dýrt hjól og fer svo í ódýrubúðun og kaupa þér lás. Ég skoðaði málið aðeins, kom í ljós að þetta var allt stolið og komið til eiganda sinna bara fljótlega eftir, sko. Og þannig byrjaði boltinn að rúlla, sko. Það var svona það fyrsta atvikið. Já, og hafðirðu þá bara samband við, auglýstir á Facebook bara að þessi hjól væru ólíkleg til þess að vera þarna læst svona og... Já. Og líka sett inn í andirið þarna, skilur, eins og það væri verið að fela eitthvað, sko, og eitthvað svona. Þannig að, já, þetta bara, ég fann það strax saman bara einhvern veginn, það er eitthvað afférna, sko. Og það reyndist vera rétt. Og upp frá því fór ég að skoða fleiri staði í bænum og kom bara í ljós að stolin hjól voru bara hrúast upp á vissum stöðum í bænum. Já, þannig að þú kannski ert með þá, þekkir þá kannski margar staði þar sem að þetta á það til að safna saman. Svona bara orða þannig, þetta er nátengt okkar, já, hvað ég segja, veikasta fólki í samfélaginu. Og þegar ég byrjaði, sko, þá á hiti í mönnum, sko. Það gneistaði hressilega milli mín og sumra þeirra sem voru í þessu, sko. En svo fór maður að átta sig svona betur á heildarmyndinni og gott dæmi, sko, hvernig þetta er búið að breytast og þróast hjá mér er að maður sem ég var alltaf, í smá stríði við, sko, ég vingaðist bara við hann einn daginn. Síðan út á götu og bara segi við hann, heyrðu, getum við ekki bara að tala aðeins saman? Og allt í einu er hann farin að sækja fyrir mig hjól og vera mér innan handar, sko, í þessu málum, skilju. Og þetta er náttúrulega eins og segi, heildarmyndin er svo að reiðhjólaþjófnaðir og fólk með mikinn fíknivanda eru eiginlega bara að mínum huga einn og sami hluturinn, sko. Já, þetta er kannski þetta er ekki eitthvað sem fólk velur sér, þetta er bara, fólk er bara í þess að eitthvað ákveðnu neyð, sko. Já, þú veist, þú sér það, ég hef heyrt það oftar en einu sinni, tvisvar og þrisvar að fólk sé búið að klára félagabæturnar bara fyrsta, annan eða þriðja hvers mánaðar. Og restinn fer þá í að redda sér fokdýrum efnum hjá mjög oft á tíðum ósanngjörnum einhverjum dílurum sem að, þú veist, já, þú veist, þú ert í þessari stöðu og þér vantar dýran skammta af einhverjum efnum og þú sér þarna eitthvað hjól og því læst með einhverjum lélegum víralás, þá tekur þú litlu klippinu niður og klippir þetta og mætir dílisins og fær skammtiðin, skilur, þú veist. Og það leysir vandamálið þann daginn? Þann daginn, nákvæmlega, já, nákvæmlega. Nú gerir ég ráð fyrir að eigendur hjólana séu mjög fegnir að endurheimta hjólin sín. Já. En hvernig hafa viðbrögðin verið hjá eins og lögreglumönnum og... Sko, langflestir lögreglumenn sem ég hef átt í samskiptum við eru bara, og konur, bara frábært fólk sem er að vinna mjög erfiða vinnu og krefjandi vinnu og bara hats off to them, skiljið, þú veist, fyrir það að leggja svona mikið á sig í sinni vinnu. En það sem ég hef verið að skjóta svolítið á er bara svona lögregluembættið í heild sinni, skiljið, að það sé ekki hægt að sinna því að 600.000 krónar rafhjóli sé stolið úr innbroti en allt eru hoppandi brjálað þegar að 600 krónar samloku er stolið úr búð, sko. Og mér finnst að það mætti bara að skoða það aðeins betur, sko. Já, einmitt og... virkja lögregluna betur í þessu og mér að, þú veist, lögreglan er, þú veist hvað, fjársvelt og undirmönnuð, þetta heyrir maður alltaf, sko. Einhver sagði mér að það væri 4.000 mál í bið eftir afgreiðslu. Skilur, einn lögreglumaður segir mér, sko, veistu það, við erum 16 manns á vakt á stór höfuðborgarsvæðinu. 16 manns, skilur, og þetta var klukkan 1 eftir miðnætti. Og þeir segja, já, ég mætti klukkan 11 og við erum búin að fara í 3 heimilisofbeldismál. Á 3 tímum, 3 heimilisofbeldismál. Þú veist, þannig að eins og staðan er frá sjónarhóli lögreglunar þá er eins og þetta sé ekki ofalega á lista, sko. Þú veist, en eins og ég oft benti á er að, þú veist, ég er að tína þetta upp bara í göngufæri oft við lögreglustöðuna á bara velþekktum stöðum hjá góðkunningum, sko. Þannig að, já, það er svona ýmislegt í þessu. Já, svona... Ýmislegt hliðar.
á þætti lögreglunar í þessu máli. Með að þú ert bara einn einstaklingur með engar rannsóknarheimildir eða aðgangarnum gagnagrunum að þá kannski ætti þetta ekki að vera mikil fyrirsöfn fyrir lögregluna að taka kannski svolítið skurk í þessu málu. Já, taka skurk, skilur. Eins og ég meina, þú veist, ég stoppar á lögreglunni og ég sektaður fyrir að hafa auglast til að sleppa því að setja mig belti. Sem bara gott. Og þar segja að ég hef verið stoppaður fyrir það. Og þá var mér sagt að, já, í þennan mánuðin erum við að fókusa á bílbeltanótkun. Þú veist, þó ekki nema bara á vorin að lögreglan myndi svona fókusa á hjólamálin, sko. Og setja smá skjálta í þá sem eru að hnumpla hjólum, sko. Ég meina, ég veit það er díler sem er hættur að taka við hjólum bara út af því sem ég byrjaði að gera, sko. Það vil ekki sjá það. Það er með frábært. Það bara fríkar út ef eitthvað kemur með hjól til þess, bara nei, byrjum með þetta bara. Þetta er alveg gagnslaust. Já. Það er alveg hægt að gera hjólinn svolítið heit, fattarðu. Þú sér það, við náðum hjólaþjófum daginn, sko, náðum að stressa svo mikið að hann bútaði hjólið í sundur sem hann var með, við vissum að hann væri með það, sko. 370.000 krónu hjól bæði veginn. Og ef við hefðum ekki farið aðeins að atast í honum, sko, þá væri hann bara í rólegheitunum með það inn í stofu hjá sér. En út af okkur, vil ég meina, það var búið að búta þetta niður og fela það í kringum húsið, skilur við. Þannig að, þú veist, við höfum áhrif, skilur við, við höfum haft mjög sterk áhrif. Þetta er náttúrulega mikið tjón fyrir marga og kannski þörf á ákveðinni viðhorfsbreytingu að þetta er kannski ekki endilega allt hjól úr Hagkaup sem eru keypt fyrir 20.000 kall, heldur margt af þessu, eins og þú segir, rándýr rafhjól, einhverjir reyserar og þetta eru töluvert fjármunir, sko. Já, algjörlega. En samt alveg gaman að segja frá því, sko, að einhver mest á innilegsta gleði sem ég hef orðið vitni að við að skila hjóli til eiganda síns. Við erum að tala um hjól sem að, þú veist, myndi kosta á góðum degi 15, kannski 20.000 kall, sko. En þetta hjól, það virkaði alltaf á því. Hann notaði á hverjum einasta degi. Það var fyrsta hjól sem hann átti í mörg ár sem að hann fikk ekki verk í bakið af eitthvað, skilur við. Bara, hei, ég get hjólað endalaust á þessu hjóli maður, ég fæ ekki verk í bakið. Herri, hjólinn er stolið, hann þarf alltaf að taka 2 strætó í vinnuna og allt orðið ógeðslega ömurlegt og eitthvað. Og svo finnst hjólið og maðurinn bara bókstaflega grét og gleði, sko, skilur við. Þannig að vissulega hefur þetta að gera með, þú veist, dýru hjólinn, skilur við, sérstaklega, en líka með, þú veist, fólk er að nota þetta bara dagstaglega, skilur við, þú veist. Algjörlega. Já. En hefur fengið ykkur viðbrögð frá forsvarsmönnum lögreglunnar? Forsvarsmönnum lögreglunnar? Nei, það hefur ekki borðað því. Þannig að þeir hafa ekkert haft samband við því, hugsanlega með eitthvað samstarf í huga eða neitt svoleiðis? Var í smá kontakt við einu löggur sem að, ég svona, já, hef ekki heyrt í smá tíma reyndar en ekkert svona, já, ekki svona offisíal forsvarsmenn, skilur við. Þannig, sko. Nei. En svona, nú kannski myndi maður búast við að einkaaðilar og aðrir myndi sýna þessu áhuga eins og þeir hafa gert og maður hefur alveg séð það að gríðarlega mikill áhugi á starfinu og mikill stuðningur. Hefur fengið eitthvað fjárstuðning frá einkaaðilum? Sko það, að þetta er svona fundalaunannsleið. Fólk hefur sagt mér, þú verður að krefjast þess að fá fundalaun fyrir hvert einasta hjól. Ég bara kann ekki við það, skilur. Já, ekki svolítið hjólið, en það kostar eitthvað. Þú veist, ég læt það eftir bara þeim sem að eiga hjólinn, sko. Og það eru 2 veitingastæðir hérna í bænum sem ég vil ekki sjá peningana mína. Já, ok. Þú veist, og bara, takk fyrir það. En kannski ekki frá opinberum aðilum sem hefur ekki fengið formlega stuðning frá þaðan. Nei, ekki þannig. Og það, þú veist, tryggingafélögin, maður ekki búin að tala um það. Það var einn sem að ég skilaði hjóli til einnar, sem sagt, það var stolið frá síðun hennar og ég næði því tilbaka og skilaði til hennar og hún segir, já, ég þekki fólk í tryggingafélagi, ég ætla að heyri í þeim. Og hún sagðist að hafa heyrt í þeim og þetta fólk ætli aldrei þess að hringja í mig, sko. En ég er nefnilega að byrja til hringingunni. Já. Við erum 2 mánuði síðan eða eitthvað. Já. Nú er svona veltað fyrir mér, nú við komum aðeins inn á þetta áðan. Hefur fengið einhverjar skýringar á því hvers vegna lögreglan hefur ekki getað sinnt þessum málum? Já, þetta er alveg góð spurning, sko. Ég meina, lögreglumaður sem sagði við mig að, sko, þú veist, við verðum að hafa sönnun og rökstuðnagrunn að hjólið sem að þessi aðili er á sé stolið. Þó svo að við vitum það sjálfir að það er pottitt stolið, sko.
skilur ég get aktað út frá common sense bara sem almenni borgari þegar ég sé bara sama gæjan á sko 10. hjólinu þennan mánuðinn skilur en lögreglan verður að fara til bókinni skilur sem náttúrulega bara rétt þú veist en þá hef ég sagt á móti við þá sko að þeir myndu nú skoða síðuna hjá mér dagstælega og skrolla bara vel í gegn og leggja á minni hvaða hjól er verið að leita að þeir myndu finna góðan slatt af því bara hjá velþekktum góðkunningjum á velþekktum stöðum í bænum sko fólk hefur sagt um mig bara vá, þú klára að finna hjól, hvernig finnur öll þessi hjól veistu það, á löngu tímabili þá ég að vakta 3 staði í bænum, bara 3 staði og frá þessum 3 stöðum hefur komið bara langmest af því sem ég hef endurheimt fyrir fólk skilur, þú veist Já, en þetta kannski ekki beint, þetta ekki kannski mjög flókið. Nei, þetta 2 úrræði fyrir okkar veikasta fólk og svo einn staður þar sem að, já, þú veist, já, góðkunningjar halda til á, svona, lögreglunar, já. En nú hefur fólk líka kvartað undan því að það hefur ekkert upp á sig svona tilkynning til lögreglunar að hjólið hafi verið stolið. Já, einmitt. Það verður þá einmitt fyrsta skrefið ef að lögreglan vildi þá bregðast við að þá vita að það sé verið að leita að einhver ákveðnu hjóli. Sko, sjáðu þetta, það náðist á öryggismyndavél, mynd af manni, stela svona rafmagnshlaupahjóli og konan hefur samband við mig, mamma stráksins, og segir, löggan kom og sagði, já við kíktum á myndbandið, við veitum hver þetta við vorum að tala við hann fyrir í dag og hvort þeir vissu mér hvar hann heldur sig og hún bara, yes, þið veitum hver þetta yes, voru að tala við hann fyrir í dag, yes, vitið þið hvar hann heldur sig, yes, og svo kom, ekki gera ykkur vonur að fá þetta hjól tilbaka. Ha? Einmitt. Veist, og annað dæmi, þannig að maður sem náðist á öryggismyndavél, stela svona öðru svona eins hjóli, bara við hlemmin, og hún var lýst fyrir mér þessum manni og ég vissi nákvæmlega hver það var. Hann býr örstutt frá lögreglustöðinni og ég sagði konunni, þessi gæi í stærhjóluliðinu, hann býr nákvæmlega þarna, gaf henni adressuna. Svo hringi ég í hennar nokkrum dögum seinna, herru, hvað segirðu, og bara kom með hjólið allt í gutti. Herru, nei, það eru liðnir 3 dagar, síðan ég sendi þetta lögguna, ekki eitt einasta svar tilbaka og ég veit ekki alveg hvað ég á að gera. Og ég fæ þessar fréttir í hádeginu, bara í hádegspásinni í vinnunni. Eftir vinnu, þú veist, það stúsast aðeins eitthvað eftir vinnu og svo bara kláraði ég það. Og ég fór bara heim til mannsins, ég bankaði hjá honum og bara, herru, blessaður, herru, þú náðast á vídeó við að stela hjóli og við þurfum ekki að hringja á lögguna, við bara fáum hjólið eftir. Og hann neitaði alveg fyrst sko, nei, það var bara sýndi honum, þú veist, á símanum bara, þú náðist á þessa mynd veist, og hann rétti mér hjóli. En skilur, þú veist, það voru liðnir 3 dagar, á 3 dögum gat löggan ekki bara rölt yfir, það tekur lögguna mínútu að labba til þessa manns, 1 mínútu. Einmitt. En það liðnir 3 dagar, skilur, þú veist, þannig að, hvort sem það er forgangsröðun eða hvað verkefna hjá, þú veist, lögreglu sem að þarf að sinna mjög mörgum miklu erfiðari og þyngri málum, skiljuru. En ég meina, þú veist, ef þú veist af þýfi í næsta húsi við lögreglustöðina, skiljuru, og það er rögst, þú veist, þú veist, þú hefur eitthvað í höndunum sem lögreglumaður, þetta tók mig 5 mínútur, sko. Einmitt. Sem að þeir kláruðu ekki að 3 dögum, skiljuru. Ætti ekki að vera flókið, sko. Ætti ekki að vera flókið. Ég langaði að spyrja þig, ég veit ekki hvort þú frétt það, í Vancouver, þá var farið í verkefni sem snerist samvinnu margra aðila, meðal annars að skrá eigendur hjóla og þá samstarf milli einkaaðila og lögregluembætta við að koma hjólum til skila og hér eru með hjólaskrá.is sem að það getur nýkomið í gang sem að er mjög gott verkefni en það mátti kannski kynna það betur og ættu ekki geta gert eitthvað svipað hér? Jú, að bara svona, að vera í svona ákveðin svona samfélagsvakt þessi mál, eða eftir með það? Jú, bara... Skráning og... Einmitt. Og eitthvað, já. Jú, algjörlega. Já, það hefur samfélagið með menn sem eru búin að vera að þróa svona hluti, þannig að þú færir svona, sko, eitthvað svona plattar sem er límdur á hjólið hjá þér, með svona QR-kóða og
erum að tala lím sem er notað til að líma vængi á svifflugvélar, sko. Þetta ekki bara eitthvað límmiði, skilur, eins og margir vilja halda, sko. Þannig allavega, þú veist, það alveg skref í rétta átt, sko. Hvetja fólk til þess að nota ekki svokallaða víralása. Víralás eru lásar sem þú getur svona sveikt og beygt, sko. Annarkvæmt svona krullu eða svona ólaga. Þú veist, þú ert svona stóra klippur á þetta, sko. Og þeir eru að tæta þetta í sundur bara hábyrðan dag, jáfnvel, niður í bæ. Alls konar, svona, þetta að koma úr öllum áttum, svona, ýmsar, svona. Ja, það náðist býsna mikill árangur með þessu verkefni og þetta eitthvað sem við ættum auðvitað að geta, sko, bara réttu aðildarnir kemur saman, þá getum við alveg gert eitthvað sambærilegt, sko. Þannig að það verður að tala hvað, það var hjólaskrá og einmitt, og svo væri þá lögregluembættið með, sem sagt, það var það sem gerði Vancouver, þá var lögregla, einn lögreglumaður fór eitt stöðugildi í það, raunverulega bara þegar hjólinn skila sér, að þá hann bara í að finna eigendur, hann bara fer og flettir upp, hérna hjólið þitt og fer bara að skila þið, sko. Ég hef lengi búin að vera að hugsa hvort ég geti fengið það í gegn að fara upp í geymslurnar hjá lögreglunni og smala saman einhverjum hópa fólki, taka niður stellnúmer út frá tegundum, skilurðu, og þá getum við sett stellnúmer listana í allar búðirnar, sko. Það misjafnt eftir í hvaða búð þú talar við, sko. Ég veit það er ein búð sem hefur ekki hjálpað mér í þessu, meðan önnur búð er bara minnsta mál, sko. Og ég skila mörgum hjólum í gegnum þá búð. Og bara með því að finnast út frá stellnúmerinu, sko. Og hvað þá að komið svona hjóla eigendaskráning, og þá var ég að tala í samtíð það, sko, að það verði eins og með bílana. Þú kaupir bílinn nýjan og hann er skráður á þig. Þú kaupir hjólið nýtt, það er skráð á þig. Þú selur bílinn eða selur hjólið, þá verður gerð eigendaskipti. Ja, einmitt. Þú veist, já, og það er alveg að stemma við það að reiðhjólið er að verða bara ígildi bíls fyrir marga hérna, skilur við. Ég tala nú ekki sérstaklega rafhjólinn sem að þú ert fljótari hérna upp í Kópavog og Garðabæ, Hafnarfjörð heldur en á bíl í trafík, sko, liggur við. Þetta er laugrétt, sko, og það eru margir sem að einmitt nota hjólið sem sinn aðal og eina samgöngumáta í dag. Og þetta er stefna Reykjavíkurborgar, þú veist, auðvitað meikar þetta sens, sko, að koma fólki úr eins og hálfs 2 tonna hlunkunum sínum sem að prumpa reyk allan daginn, skilur við, og koma fólki á hjólið, sko. En á sama tíma er þetta hverfa alveg umverknum í þetta svarthól, sko, og þannig að nú, já, það hafa komið viðbrögð frá Reykjavíkurborg þetta, sko, að skoða þessi mál. Þetta er nefnilega alveg þekkt, sko, að þegar fólk lendir í því að hjólinu þessi stolið, að þá eins og þú komst inn á áðan, að þá verður ofta að fólk skiptur ferðamáta, að það fer jafnvel þá í strætó eða keyrir bílinn sinn, sko, í staðinn. Já, alveg þó nokkrir sem að bara ætluðu aldeilis að skella sér í vistvænar samgöngur og komið rafhjól eða rafmagnsleipahjól eða eitthvað. Svo er þessu stólið fá bara mjög lítil sem engin viðbrögð frá lögreglunni og hugsa bara, herru, já, ég fer bara í bílinn aftur, skilur. Þannig að það náttúrulega vinnur algjörlega. Við erum að tapa rosalega á þessu viðbragðsleysi, sko. Því miður. Á ýmsum levelum sem við töpum þar, alveg. Að þínu mati, hvaða aðgerðir myndu nýtast best gegn hjólaþjófnaði? Já, þetta er alveg stór spurning. Og svona marghliða, skilur, auðvitað náttúrulega bara að fólk noti góða, sterka lása. Víralásar eru klipptir bara eins og lakkrísreimar út alla bæ, skilur. Þannig að við slum ekki nota það. U-lás, svokallar svona foldable metal lock, þykkur keðjulás, þetta er talið bestu lásarnir, sko. Við getum talað GPS trakkar líka, þá sérstaklega í dýrari hjólinn. Og jafnvel einhverja þjófavarnarvælu líka. Og alltaf læsa við eitthvað. Og taka hjólinn inn alltaf þegar við getum, allt svona. Þetta er allt svona frá okkar hálfu sem hjóla eigendur. En svo aftur á móti hitt, sko, svo náttúrulega lögreglan getur fylgst miklu betur með sínum góðkunningjum og skoðað síðuna sem er mjög stór í dag. Þetta er bara þarna, þú veist, það er fólk á fullu út allan bæ að benda öðru fólki á þessa síðu. Að þau vita bara að þarna eru hlutirnir að gerast varðandi hjólinn, sko. Og lögreglan geti skoðað þessa síðu daglega og bara fylgst með nokkrum góðkunningum í bænum, skilur við, og endurheimt alveg helling. En svo er það svona rót vandan sem er þetta að, sko, hjólaþjófnaður og fólk í miklu fíknivanda er bara einn og sami hluturinn í mínum huga eftir því sem ég séð, sko. Og þá held ég að
það mætti alveg fara að skoða eitthvað svona skaðaminnkunar úrræði og þá sérstaklega ég að meina fyrir þann hóp sem komin á þann stað að klára peningi sinn fyrsta, annan eða þriðja hvers mánaðar og restina af mánuðinum fer bara í að redda sér og það getur þýtt bara hjólið þitt, hjólið mitt, hjólið hans og síminn þinn og úlpan hans og hjólið mitt eða bara hvað sem virkar, bara hvað sem að þú kemur höndum á, skilur við og það vita bara, það ákveðin hópur af fólki hérna sem mánuðum saman og ef árum og ef ekki áratugum saman þrýst bara á einhverju svona bara það eru eðlilegasti hlutur að stela skilur og hérna fyrir þá sem að eru á þeim stað að vera orðnir háðir fíkniefnum þú stoppar það ekkert með að segja heyrðu, þetta er ólöglegt þú veist ég ætla að hringja á lögregluna þú ert að neita ólöglegra fíkniefna bara, þú veist fólk er ekkert að pæla í þessu, skilur og þá, akkur ekki að skoða þetta þá frá hlið svona heilbrigðis yfirvalda, skilur að þegar þú ert búin að ánæta svona efnum þá er ekkert að fara að stoppa þig, skilur þú veist, þú ert með kreifing í eitthvað efni og gerir bara allt sem þarf til að fá þinn skamt, getur ekki mætt þessu fólki þannig að tekið þetta úr höndum undirheimana, skilur og eins og ég veit eitt sem komin í skaðaminnkunar úrræði í tengslu við þarna vorteymið svokallega sem að hópur sem að sinnir þessu fólki svolítið þá fær hann bara sitt á hvernig degi veist, og vissulega ennþá að neyta vímuefna sem auðvitað ekkert frábært skilur en það er búið að skera burtu þjófnaðar og afbróta hliðina algjörlega hvatinn til þess að vera í smáglæpum til þess að fjármagna neyslan ekki til staðar lengur og þetta náttúrulega passar rosalega vel inn í pælingar eins og við hjá Pírötum höfum verið að taka upp eins og afglæpavæðingu, skaðaminnkunarúrræði að takast á við þetta sem sko heilbrigðisvandamál sem það raunverulega en ekki skamskam og bannað eitthvað þetta á heima hjá heilbrigðisyfirvöldum ekki á dómskerfinu já, nefnilega og hérna já, eins og þú veist bara gott dæmi, það var einn sem sagði við mig eftir ég fór að vingast við þessa stráka, skilur og konur í þessu líka en hérna segið við mig bara já, ég get alveg stólið fyrir alltaf 1 milljón á mánuði hann fór í fangelsi í ár hann sloppinn út og aftur farin að stela fyrir hvað? 1 milljón á mánuði og þetta er bara einn gaur, skilur þannig að þú veist sjá hvað þetta þú veist, ok, það talaði að þetta séu svona oftast hugsað þetta sem einhverja smáglæpi og það svona myndlingin sem kom í hugan sko, þú ert með bát og það risastórt gat á bátnum það náttúrulega mjög alvarlegt, við þurfum að loka þessu gati annars sekkur báturinn svo ert með eitt lítið gat á bátnum bara annar bátur, lítið gat þetta er ekkert mál, við náum í hjá en að það eru mörg lítil göt alveg rosalega mörg lítil göt á bátnum, fattar einmitt. Og það þetta sem ég er að sjá hérna að hérna þú veist, lítið verið að keypa sig upp við það þótt þess að stólið hjól af þér en þú verður að gera grein fyrir því að hafa líka stólið hjól af honum, henni, honum og öllum hinum, skilurðu og fólk hætt við að svissa frá bíl yfir á hjól til að trufla vistvænar samgöngur, prógram Reykjavíkurborgar skilurðu og það eru börn og unglingar að tapa hjólunum sínum skilurðu sem við fengið afmælis eða fermingargjöf eða eitthvað skilurðu fullt af alveg ömurlegum sorgarsögum sko þannig að það sem að sumir myndi kalla smáglæpi bara vegur mjög þungt hjá einstaklingum sko. Já og kannski hérna tölum unglinga og börn sem að lendi í því að hjólunum er stolið að þá er það gjarnan sko að koma þá mikið niður þeirra sjálfstæði þetta er þeirra ferðamáti þau eru ekki með bílpróf og hafa kannski ekki kost á neinu öðru sko. Þannig að þetta hefur mikil áhrif. Já, ég man bara sem krakki, bara þegar að sprakka á hjólinu mínu, ég var bara bömmir í nokkra daga, sko. Það er svona þá ég lærði að laga þetta sjálfur. Hvað þá þess hefur verið stólið af mér, sko. Þú veist, ég hefði bara verið alveg ónýtur, sko. Já, og það er líka þá náttúrulega kannski fyrir lögregluna, einmitt, sko, ef þeir tækja til hlutur að sér, þá var þeir komni náttúrulega með mjög jákvæða ímynd frá þeim sem að þeir endurnýta hjólinn fyrir sko. Að þegar lögreglan er búin að endurnýta hjólið þitt að þá færðu kannski aðra og jákvæðari mynd af lögreglunni fyrir vikið. Einmitt, náttúrulega. Sem að á oft undir högg að sækja, ímynd lögreglunar er oft bara því miður
Já, það fyrir reyndar eftir hvernig þú spyrir Já, það hérna, og það lítast náttúrulega bara af alþjóðlegum fregnum af lögreglu til dæmis frá Bandaríkjunum að það hefur áhrif út allan heim, sko. Já, nákvæmlega. Nú talar þú á þann og ég hef séð líka, ég hef svo fylgst með þér á Facebook að þú hefur gjarnan talað að þeir sem stela í hjólum, að þeir takið þér oft bara vel og jafnvel skilið til þín hjólum til þess að þú getur komið þeim til eigenda sinna. Þannig að væri kannski þetta ná til þessa fólks með kannski ekkert voðalega miklum tilkostnaði? Já, eins og ég segi, þú veist, bara besta dæmið, það einn einstaklingur sem að, þú veist, þegar ég byrjaði og ég sá bara hrúgur af hjólum fyrir utan úrræði fyrir okkar veikastu fólkskeilur á hverjum degi. Þú veist, ég strax þetta væri stólið og þetta voru oft alveg hjólið dýrar í kantinum og bara mín fyrstu viðbrögð voru bara, reiði. Mikil reiði, ég var alveg brjálað, sko. Og þetta einkenndi svolítið af því fyrst og það gneistaði milli mín og þessa fólks og þá sérstaklega þessa gaurs. Á þessu tímabili var ég bara að elta þennan eina einstakling og náði frá honum helling. En svo fór ég aðeins að hugsa bara og skoða heildarmyndina og ég náði að vingast við hennan náunga. Og bara, heyrðu, þú ert hérna, ég er hérna, eigum að hittast hérna í miðjunni, skilurðu, og bara reyna átt okkur á stöðinni og bara sjá hvort við getum aðeins eitthvað hérna. Þú veist, ég get öskrað hann á manntónir fjólblári framann, það er ekki að fara að breyta neinu, sko. Hann þar sem hann er að gera það sem hann gerir. Ég verðist ekkert, þú veist, ég get ekkert stoppað það, skilurðu. En, ég meina, þetta fór úr því að ég væri eitthvað með einhvern látum og segja þetta er stolið hjóla, eitthvað brjálað. Yfir í það, ég mæta hann út á götu, kjafta við hann daginn á veginn, svo horfi ég á hjóli sem hann er með. Hvað segirðu, hvað fannst þið þetta? Já, hérna, sorry, hérna, þetta er bara, þú veist, og gaf mér adressuna og allt, já, ok, hörru, já, bara, ok, bye. Og hitt hann síðan nokkuð setna og bara spjallaði, skiljur. Þú veist, þetta fólk í þannig hugar ástandi, þú veist, þetta bara, öll siðferðiskennd bara svona farin, eins og eitthvað sagði, þú veist, við erum ekki vont fólk, við erum bara veikt fólk, sko. Og langoftast það þannig. Þú veist, þegar þið vantar skammtinn, þá það bara svona svipað og kafari sem bara búin að missa súrefnið sitt, skiljur. Og það mætti líka hugsa sjá fyrir sér að hreinlega ef að fólk geti bara komið, veist, ef það er með hjól sem það veit að það er stólið, vill bara losna við það, þá hefur það kannski litið því þín, en það ætti kannski geta farið eitthvað annað, jafnvel til lögreglunar einmitt og þá skila bara hjólinu, þannig að þá komist það vonandi til eiganda, sko. Já. En hérna ein svona, kannski aðeins svona yfir í en annað, hefur einhverja hugmynd hvað þú hefur skilað mörgum hjólum? Enga hugmynd, sko. Sko, til að setja varpa ykkur smá ljós á þetta, þú veist, ég er búinn að koma svo oft á lögreglustöðina með hjól og kemur í afgreiðsluna, það kannski verið að afgreiða 1 eða 2 undan þér og ég þurfti að bíða hálftíma, 45 mínútur eftir afgreiðslu. Og ég kem svo oft þarna með hjól, það var eitt sem sagði við mig bara, heyrðu, farðu bara með þetta inn í port og sendi mér mynd af þessu og hvað þú fannst þetta, einföldum málið, skilju, þú ert alltaf hérna, ég veit hvað þú gera og ég veit að þú ert ekki bara að taka einhver hjól, þú veit að það er mjög, þú veist alveg hvað er í gangi og það, og ég hef komið inn í þetta löguport og ég horfið svona yfir hrúuna til 10 til 15 hjól og bara, já, öll hjólin hér nema 1 eða 2 eru frá mér. Og þetta hef ég upplegað bara oft, bara mjög oft, 10 til 15 hjól hérna bara, já shit, þetta er allt um mig. Og það er bara mjög oft sem að ég hef, já, séð svona hrúin. Nú langar við að fara í kannski nokkrar spurningar frá áhorfendum. Já. Og fyrsta spurningin, hvernig gæti frá Anonymous, hvernig gæti stjórnmálafólk beitt sig í þessum málum? Já, tala fyrir skaðaminnkun og annarri nálgun á vanda fólks sem í hæglega greipum fíknefna, sko. Ég held að Pírata geti mjög auðvitað tekið undir það. Já. En það ekki, af því að þarna er rót vandans. Hugsaðu þér, ef við náum að taka, sko, þessa glæpa hlið út úr dæminu, sko, hjólað þjófnuðum hérna það myndi snar minnka. Því að takmarkið hjá fólkinu er ekki einmitt að stela hjóli, því að takmarkið er hins vegar að stela hjólinu og koma sér áfram bara. Og nýta það til þess í þá takmarkið sem er raunverulega
út af þessir efni og neyslu. reiðhjól sko, ef ég væri í þessum sporum á ég að brjótast inn í þetta hús eða ég bara taka þetta hjól sem liggur út á stétt, skilur, læst með lélegum víralás og klippaði með litlu töngin minni, skilur, reiðhjól eru auðveld bráð, þú veist, þannig að já. Það var spurning, bara næsta spurningu. Hún frá Rúnari. Hvað myndirðu vilja sjá gerast? Liggur lausnin hjá lögreglunni eða almenningi? Fólk hefur alltaf sagt við mig svona bara af hverju löggan ekki að sinna þessu? Þú veist, og ég ætla að ítreka aftur, ég talaði fullt af frábæru lögreglufólki, skilur, sem öll að vilja gerð og skilja hverju gangi, en ég minna þau eru bundin af ströngum reglum sem að oft svona, þú veist, já, standi í vegi fyrir því að þau geti bara hreinlega tekið þar sem þau vita samt sem aðra þessi stólið, skilur. En já, hvað ég segja? Fólk undrast mikið að dagbók lögreglunar sem kemur oft í svona fréttum eitthvað að einhver var gripinn glóðvolgur við að stela samloku eða bara einhverju smá matarkyns úr einhverju búð, þú veist, og þá náttúrulega kannski einhverju skilorði og það hægt að sanna þetta allt, þetta á vídeóupptöku, búm, og ég fatta það, þetta annað meir en bara samlokuna sjálfa, skilju, þetta það að ná að stoppa einhvern einstakling sem síbrotamaður, fattur við, og eitthvað svoleiðis. Og það kannski erfiðar að sanna svona hluti með hjólinn, það svona wild goose chase eitthvað sem þau kannski sjá fyrir sér í því eða eitthvað, ég veit ekki. En eins og ég hef oft sagt og sagði á það bara, þú veist, sjaldan góðvísa og oft kveðin. Þú veist, þetta eru nokkrir staðir og ekkert það stór hópur. Það fókusað á þennan hóp og þessa staði og síðan skoðuð dagstæðlega, settir jafnvel þó ekki nema 2 lögreglumenn í að vakta þetta. Strax alveg bara rosalega mikið árangur. Ég held einmitt að eins og var gert þarna í Vancouver, að þá felist lausnin í því sem að gert þar. Já. Það samþætt átak frá mörgum aðilum. Já, algjörlega. Að fá lögreglunni inn í þetta og aðra aðila sem myndu koma og jafnvel eins og með hjólaskrá og halda utan hlutina. Að þetta sé, og það fælir, sko. Já, algjörlega. Og svo spurningin var, er þetta eitthvað svona löggan á að skoða almenningur? Ég myndi segja auðvitað bara bæði, þú veist, og svona, hvað talaði það, þú veist, það borgaraleg skylda að hjálpa, skilur þú veist, minna þú sérð eitthvað sem og þú hugsar, ef ég aðeins skoða þetta mál þá get ég leyst eitthvað fyrir samborgara minn, skilur minna, þú veist, eða ég bara labba framhjá, skilur ég hef heyrt eitthvað sem heitir bystander effect og hefur að gera með þegar eitthvað kannski hnígur niður út á gangstétt og fær hjartaáfall eða eitthvað og þorir enginn að gera neitt, skilur, horfa bara á mann einhverju hjartaáfalli, þú veist, svo kannski sérðu eitthvað sem að þú veist að á stolnu hjóli en gerir ekkert og horfir bara á það eins og ég tók eftir fyrir utan eitt af þessum úrræðum fyrir okkar veikasta fólk mjög augljóslega stolin hjól og oftar en ekki bara í dýrari kantinum fólk að labba framhjá, löggan að keyra framhjá, enginn að pæla í þessu, þú veist. Þannig, já. Hefur þið lent í einhverjum erfiðum málum, jafnvel verið hótað? Já, það hefur skeið, en ég finnst alveg magnað að það bara mjög lítið það, alveg mjög lítið, sárlítið. Ég held að þessi komið núna einhver 2 ár cirka, síðan ég byrjaði að hamast í þessu og það bara mjög lítið að það gerist og gerist núna daginn og reyndar og þannig að þú veist það átti svona að reyna að fæla mig í burtu og gera mér hræddan og ég átti að ég hugsaði bara, heyrðu, á ég núna að vera óslega hræddur og fela mig eða á ég bara að virkja fólkið sem með mér á síðunni, skilji. Það voru 930 manns sem að lækuðu fyrir hendi út þarna. Heyrðu, búið að hafa alvarlegar hótanir. Ekki einhverjum með mér núti. Það voru 930 manns á 3-4 dögum eða eitthvað og 150 plus comments og eitthvað. Þannig að fólk með mér í þessu, skilju. Og bara maður verður að feysa þetta fólk, fattar við. Og hann veit af því, sá sem að hótunum við mig. Og eins og ég segi, ég hvet ekki til neins ofbeldis og þú veist, við mættum þessum manni, sko.
En ég tók mjög skýrt fram að við erum ekki að fara til þess að vera með einhver slagsmál eða læti, sko. Bara hann viti að ég er ekki einn í þessu. Og mér finnst alveg geggjað að finna fyrir þessum stuðningi. Og ég held að þeir sem eru þarna hinum megin við línuna viti það að ég er ekki einn í þessu og þannig að, jú, það hefur svona hlutir hafa gerst en ég held bara mínu striki, sko. Fáum þá fyrir spurningar. Myndi einn lögregluþjónn í fullu starfi duga til að sinna því sem þú gerir? Ég er einn almennur borgari. Þannig að það held að sé óhætt að fullyrða það. Þó við fengjum ekki nema einn frá löggunni til þess að skoða þessi mál. Það er strax alveg hellingur. Og þá erum við að tala um það, þú veist, ég er að gera þetta eftir vinnu, þú veist, á kvöldin og helgar. Hvað þá eitthvað getur eitt heilum vinnudegi í þetta, skiljið? Heilu vinnuviku. Já, ég myndi segja það. Pottþétt. Ekki spurning. Já. Heyrðu, þá er næsta spurning frá Rúnari. Hvar enda hjólin? Eru þau flutt úr landi? Gætu flutningsfyrirtækin vaktað þetta betur? Já, sko það fannst ekkert hérna gámur hérna. Lögreglan skoðaði gáminn vegna þess að einn af þeim sem var skráður fyrir honum var góðkunningi. Og þau kíkja í gáminn og þar finnast 160 hjól. Ég held það sé 3, kannski 4 ár síðan. Ég sá ekki þessa frétt, en það voru margir sem sögðu mig frá henni. Og þau hefðu séð hana, þannig að þetta er alveg staðfest, sko. Það hefur verið reynt að selja líka bara, þú veist, ákveðnum sölusíðum. Þannig að ég veit um eitt hjól sem að, sko það var dílar sem að var með það í sínum fórum bara í 8 mánuði, sko. Þú veist, og með grunar svona já, menn kannski fá eitthvað í dýrari kantinum og þá láta þeirra sitja í smá tíma, kæla það aðeins. Ég vonum að eigandinn sé búinn að gleyma hann skilur, þú veist, að það sé enginn að fara að skipta sér af því ef það birtist aftur út á götu, þú veist, þeir eru búin að selja það. Þannig að já, það hefur heyrst um gáma, meira að segja fyrir 20 og kannski 25 ár síðan, þá fannst einhver gámur í Danmörku, fullar af hjólum frá Íslandi, þú veist, og svo heyrir maður þetta 3-4 ár síðan. Þannig að já, það er flutt út, mér var sendt mynd bara núna áðan, maður sem var í Norrænu, náði mynd af einhverju kerru stútfullir af reiðhjólum, fínum hjólum, sem var bara búið að svona strappa svona niður með einhverjum borðum, sko, þú veist, þú myndir ekkert... Nei, svo sem á hjólið, hann fer með þetta svo gull og passar þetta rispistykki og svona, en þetta svona passaði ekki við. Það leit mjög grunnslega út, þessa mynd fikk ég bara að senda í dag og ég ætla að skoða það, það fylgdi bílnúmer og eitthvað. Vona að þetta sé ekkert eitthvað saknandi í gangi, skiljuru, en þetta, þú veist, það voru ruslapokar og flottir reyserar og allt í einhverju kássu þarna á kerrunni, sko. Akkurat. Þannig að það er svona, já. Heyrðu, hér er önnur spurning. Hvar er hjólum helst stolið? Það er rosalega mikið bara í miðbænum og tegir sig yfir í Vesturbæinn. Miðbærinn nr. 1, Vesturbærinn nr. 2 og ég myndi segja að ber svolítið á því 108 líka. Það er svona fyrsta, annað og þriðja seti, get ég sagt í þessu. Og en langmest í miðbænum og til dæmis bara Laugaveginum. Það er búið að vera, og Laugavegurinn og bara þvergöturnar þarna, sko, þú veist, það er búið að vera bara í gær, þá var það mér send mynd af einhverju sem gerðist á mánudaginn fyrir utan Brúdog, þarna á Hverfisgötu og Frakkastígs hóttinni. 40 kílóa rafmagnshlaupahjól og þú tekur lykilinn úr því og það er ekki hægt að keyra það, dekkin eru föst, sko. Það kom bara einhver gæi og bara vippaði þessu upp og hljóp með þetta í götuna, skiljið. Hjóli stólið fyrir utan Hókus Pókus á Laugaveginum, öðru stólið rétt hjá kofi Tómasar frænda það sem að skólarstígurinn mætir Laugaveginum. Einmitt. Já, og það voru eitthvað fleiri dæmi. Bara svona, þú veist, já, miðbærinn er svolítið svona. Það er svona hotspot fyrir þetta. Það er virkilega mikið, sko. Já. Og já, miðbærinn. Er ekki hægt að, hér kemur spurning, er ekki hægt að nota falin GPS-tæki hjólum til þess að finna stolin hjól? Jú, það er hægt. Og ég hef alveg verið að hvetja til þess, sko, mætti gera kannski bara ennþá meira af því, að koma einhverju þannig í gang, sko, þú veist, þannig að það sé ekki bara einhver einn og einn að googla svona eitthvað og reyna að finna einhvern góðan GPS, bara einhver tækið það að sér, það er mjög flott að myndi finna bara það besta sem hægt er að fá í þessu. Það var einmitt einn sem er eitthvað mikið að skoða þetta og er að hugsa að kannski fara út í það. Gott að nefna það svona fyrst við erum að tala um GPS, sko, út í einum stóra heimi þá er það þannig að þeir sem eru að bara stela hjólum ítrekað, þeir eru með rafbyssur, stuða hjólin og drepa GPS
græna, sko. Þannig að, þú veist, ef þú ert að pakka inn í eitthvað svamp eða eitthvað og fela það þannig, það er alls konar alveg. En við erum allavega ekki, held ég, komin upp á þetta svona pro-level, sko, þú veist, eins og Sleeper okkar og eitthvað svona dót, sko. Þetta er mest á einhverjum bara svona litlum klippum, sko. Já, þannig að, en þú veist ekki með þannig, myndir ekki mæla með einu ákveðnu GPS svona... Ég hef ekkert skoðað þetta, sko, þú veist, þetta er bara spurning að googla vel og finna það besta, sko. Þú veist, sjálfur rúla ég bara á mjög ódýrum hjólum, bara það sem ég nota dagstaglega keypti ég á 10 skall, sko. Og gaman að ég að koma gömlum hjólum í stand, þannig að þú veist, já, bara svona venjuleg svona borgarhjól, bara til að fara í vinnuna, búðina, sundlegina og eitthvað, skilur við. En fyrir þá sem eru komnir svolítið dýpra í þessi mál, þú veist, og eru komin með hjól sem eru farin að kosta eitthvað, þá mæli ég hygglust með því að skoða GPS. Akkurat. Hver er stærsti lærdómurinn sem þú dregið af þessari vinnu? Klárlega bara staða fólks í fíknivanda. Það er einn sem þetta er bara reynilega búinn að kenna mér rosalega mikið hvað það varðar. Þessi maður hann hann réðist á mig á miðjum Laugaveginum, bara sumarkvöld, fullt af fólki. Ég er að reyna að vera ógeðslega smúð og mynda hjólinn sem hann var með, sko. Verið að reyna að zooma þetta eitthvað, verið ógeðslega klaufulegur. Og hann sér það, neglir aftan á hjólið hjá mér, á hjólinn sem var á. Svo fast að afturgerðin kengbeglaðist, sko. Kemur alveg í andlitið á mér og öskrar á mér, sko. Svo fer hann og kallar okkur til að sinn og ég ætla að hlaupa í burtu. Þá er afturgerðin bara föst, hún snýst ekki í stellinu, af því að hún var það begluð. Ég hljóp inn í næstu búð með hjólið og lokaði og læsti. Og ég var hræddur að fara í bæinn bara í nokkra vikur eftir. Og nú gæti einhver sagt, sko, þessi lína sem að já, helvítis dópista pakk, eitthvað. Sko, en fast forward, nokkra mánuði, maðurinn fyrir meðferð, hann er búinn að vera 20 mánuði edrú í dag og þetta er bara einn af mínum betri vinum. Skilurðu? Þú veist, áður en að hann fór í meðferð, þá hitti ég hann út á götu og við náðum að tala saman rólega. Hann baðast afsökunar og bara vildi gera við hjólið fyrir mig og allt, sko. Þarna kom rosalega mikið niður að þú veist, við erum ekki vond, við erum bara veik, skilurðu. Og náttúrulega komum með þessi sterku efni í æðarnar maður og það er eitthvað gæja að skipta sér af þér og þú verður voðalega víraður, skilurðu. Mér finnst bara svo geggjað að maður sem var einu sinni þarna, þú veist, ég er ekkert að grínast, þetta er bara einn af mínum betri vinum í dag. Við höfum alveg kjaftað í síman bara alveg í 2-3 klukkutíma, sko, skiljurðu. Og þetta bara, já, þetta er það sem ég hef lært mest af þessu öllu saman. Að bak við, þú veist, þennan harða hjúp, sko, það slær hjarta bak við allt saman, sko, þú veist. Einmitt, þetta er bara fólk sem það er hjálp, en ekki... Já, algjörlega. Og þessi efni breyta karakternum. Þú veist, og þau gera hluti sem myndi annars ekkert vera að gera, skilja. Akkurat. Þú veist, þannig að þetta er mín stærsta leksía, að sjá bara, þú veist, ég er búinn að vingast við fólk sem að, já, mjög margir myndi ég halda í samfélaginu eru bara búin að gefast upp á og halda í engan séns og enga von. Þessi maður, til dæmis, ég held hann ætti bara stutt eftir. Kom svo í ljós að pabbi hans var með þessi búinn að tala við prest og allt, sko. Það styttist í jarðarförina. Já. Þú veist, mín stærsta leksía í þessu er að jafnvel þið bara sem að maður heldur að séu algjörlega úrkula vonar. Þú veist, eins og þessi strákur segir, bara meðan maður dregur andan þá er von, sko. Þú veist. Og þetta er það sem að, já, þetta er svona stærsta leksían, myndi ég segja. Herðu, svo eru bara 2 spurningar í lokin. Já. Er mikið hjólað í þig fyrir þína vinnu? Herru, nei. Það er merkilega lítið, svona miðað við hvað ég er búinn að vera að hamast mikið í þessu. En, veist það, eins og ég talaði við einn sem er svona, þú veist, hinum megin við línuna, sko. Og eins og ég segi, ég reynir bara að vingast við fólk frekar en eitthvað. Og hann sagði bara, já, það er svona almennt bara góð umræða þig í hópnum.
skilur við. Þá skilja þau að ég vil skilja hvar þau eru. Ég vonum að þau skilji hvaðan ég komi og við getum kannski fundið einhverja lausnir, skilur við. Það sé bara almennt bara góð umræða mig þeirra á meðal mér mjög mikil virði, sko. Þannig að, en það kemur alveg fyrir. Þetta hefur alveg komið fyrir. Já. Smá, svona. Þetta er ekki án baráttu. Nei, en veistu það, samt þetta svo rosalega lítið með allt hitt, sko. Bara mjög sjaldan sem að, eitthvað læti og hasarir í kringum þetta. Mitt. Herru, það var það. Síðasta spurningin. BMX eða DBS? Bæði. Herru, þá ætla ég bara að þakka þér kærlega fyrir komuna, Bjartmar. Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt spjall og ég þakka ykkur sem að hlýtuð á og kveðja með sinni.